stundum að Íslendingar séu ekki nógu meðvitaðir hverslags böl atvinnuleysi þegar þeir eru að vísa í lága vexti og afborganir af einhverjum lánu sé lægri í löndum þar sem að atvinnuleysi ungst fólks kannski með 2 stafa tölu og jafnvel með 2 fyrir framan sko. Jafnvel skrifað undir umsókn aðild að Evrópusambandinu án fyrirvara eins og Össur Skarphéðinsson dúkka upp og vilja núna sjá í einhvern pakka. Ég meina þetta liggur allt meira og minna fyrir regluverk Evrópusambandsins þarna. Og Marta Kós búin að segja 95% að minnstakosti óumsemjanlegt að fólk láti út úr sér að við getum fengið göng til Eyja fyrir ekkert eins og það sett fram eða vil ég kíkja í pakkan af því það geti falið í sér að við fáum heilsársveg yfir Kjöl. Við munum alltaf vera nettogreiðendur upp á lágmark 30 milljarða held ég óhætt að segja. Flesta tölur segja meira en það. Ef við eigum þessa 30 milljarða getum við ekki bara byggt þennan heilsársveg yfir Kjöl og hægt að láta svona. Þetta bara Nýr samstarfsaðili þessa þáttar Kaldi. Kaldi bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassískar bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem ert að fara að njóta rólegra stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu Alvöru Bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvöru Bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Alveg sama hvað menn segir maður ég sé neikvæð, ég mjög jákvæð manneskja. Já, það ekki? Já, við höfum bara gaman að þessu. Erna Bjarnadóttir, kærlega velkomin. Takk. Hvernig líður? Vel bara. Það ekki? Jú, sól og sumar og bara bjart framöndan. Nákvæmlega, taktu mækið hann og sért með hann svona undir þér. Það alltaf best. Hérna, það ESB. Já, nú að tala þar. Þú vilt koma í veg fyrir það að þjóðin segi sinn hug? Þú vilt koma í veg fyrir hinn lýðræðislega vilja? Ég vil koma í veg fyrir að það verði lagt af stað í þessa vegferð að hefja aðildarviðræður ný. Kosningin fer fram og ég vil bara hvetja fólk til að taka þátt í kosningunni og segja sinn hug þar. Þar lýðræðisveislan, margumtalaða. Og hvetja fólk til að segja nei. Já, ég eiginlega sammálaður, sko. Við náttúrulega, sko, hún að ræða hérna 10 mínútur eða svo, árunum byrjum að taka upp. Og ég fæ ekki alveg skilið, sko. Ég ekkert alveg sammála þér örugglega allt í sambandi við það hvað við værum að gefa upp á bátinn. Hversu mikið fullveldisframsal og þar fram eftir götunum, en það að ganga inn í ESB í dag svo fjarstæðukennt að mér finnst öll skref út af því að fólk alltaf að tala að sjá í pakkan og ég hugsa með mér, já, ég meina Evrópusambandið að fara að aðlaga sig að Íslandi eða við að fara að aðlaga okkur að þeim. Hið síðarnefnda augljóslega hið rétta og að þegar það staðan og Evrópusambandið segir að það regluverk sem að þeir eru búin að skapa sé algerlega ósamkeppnishæft. Lagarde var að koma fram og segja til næstu ára, örugglega næstu 10-15 ára, að þá verði bankakerfið ósamkeppnishæft á alþjóðamarkaðum og þau þurfa að grípa í taumana, en það þýðir ekki að hlaupitinu muni laga strax. Og það eru svo margar forsendur og engin af þeim hnígur í átt af því að þessi góð hugmynd að gangi í ESB í dag. Ég alveg hjartanlega sammálaðir og við nefndum nú hérna áðan Draghi-skýrsluna til dæmis. Já. Sem að lýsir þessum vanda Evrópusambandsins bara úr innsta hring. Ég meina Draghi þetta þekkt persóna innan Evrópusambandsins og í evrópska stofnanakerfinu og það að hann fenginn til að skrifa skýrsla og skýrsla eftir hann tekin alvarlega og verið að vinna með hana. Það segir náttúrulega meira mörg orð. Þetta líkist miklu meira því að við sem bara talum að ganga inn í brennandi hús, enda hvernig þetta samtal rekið af hálfu til dæmis forsætisráðherra og utanríkisráðherra? Jú, það ekki samtal það að það þurfa að fá alls konar undanþágur eða aðlaganir og meira segja talaði núna síðast að Evrópusambandið þurfa að breytast svona og hinsegin.
býtu, ekki bara þá rétt að bíða eftir að þessa breytinga verði og skoða máli þá aftur heldur en að fara inn í þetta á þessum forsendum. Já, en hérna út af því hún nefnir þetta brennandi hús sem hefur farið fyrir brjóstu á sumum og mér eiginlega þar með töldum. Ég tel ekki að þetta sé endilega brennandi hús, en hins vegar að þá segir Draghi í inngangsorðunum að Evrópa sé, og þetta í B-hlutanum fyrir þá sem hafa áhugaði að fletta þessu upp, sem sem sagt svona djúp greining á málunum, og hann segir berum orðum að Evrópa sé í tilvistarkreppu, og tilvistarkreppa hljómar eiginlega skárra á íslensku, hann segir existential ástandi. Já. Að þeir séu að Evrópa sé á slíkum, eða Evrópusambandi réttar sagt, ekki endilega Evrópa, sé á slíkum tímamótum að þetta er orðið tilvistar málefni. Já, ég brennandi hús er auðvitað svona aggressív samlíking, en tilvistakreppa er mildari útgáfa, og þegar að tekið svona til orða af þeim sem gleggst þekkja, þá hlýtur vandinn að vera mikill. Það er mikill skuldavandi, það er mikill regluverkgerðafargan sem er gagnrýnt í þessari skýrslu sjálfri, sem er að draga úr framleiðni, draga úr nýsköpun. Þannig að Evrópa er að dragast aftur úr og hagkerfi það er enginn að segja hagkerfi Evrópusambandsins sé að minnka, heldur er það að vaxa miklu hægar en til dæmis bandaríska hagkerfið eða kínverska, og þannig dragast Evrópumenn eða Evrópusambandið aftur úr. Ég er alveg sammála að það er auðvitað frálegt að jafna því að tala að vera gagnrýna Evrópusambandið, að vera að tala Evrópu í heild. Evrópu er miklu stærri, við Úkraína og hluti Rússlands er landfræðilega í Evrópu þar að auki fyrir utan all önnur lönd, Hvíta-Rússland, Bretland og Noreg og Sviss og þú veist, það er bara listin er langur, en Evrópusambandið er þessi eining sem hefur verið að renna saman og þróast í átt til aukin samruna, og það hefur ekki verið neitt leyndarmála hálfu svona þeirra sem virðast vera hugmyndafræðilegir drifkraftar þessa samruna, að það er markmiðið að samrunin dýpki, en því fylgja bara þegar uppistaði alls konar vandamál. Já, það hefur líka eitt farið fyrir brjóstuð á mér sem er að tala um þetta, og þetta kemur svolítið úr svona ranni sjá sem að það er fullt af flottu fólki þarna, en það er alltaf að segja sko, ég vil bara sjá samning, og ég tel að það sé örugglega slatta fólki sem er bara þar, en hins vegar að þá koma jásinanir líka og segjast vera að berjast fyrir þessu á sömu forsendum og segja sko, já, ég meina ég er búin að vera að berjast fyrir því að Ísland gangin í Evrópusambandi núna þó nokkurt skeið, en ég veit ekkert hvað það snýst, og það breyttist núna þegar að við fórum í að huga þessum og ég svona, mér líður pínu eins og ég sé að á djamminu með ófýsilegum rekkjunaut sem er alltaf að segja mér svona, já, ég meina, tökum einn drykki viðbót, tökum einn drykki á mér, og ég svona, ég er bara ekki í stuði, þú veist, og ég tel að þú sért ekkert fýsilegur rekkjunautur, en þú ert alltaf að reyna svona að fá mig í næsta skref. Já. Og svo svona, við erum komin upp í, þú segjum, Bryggjukverfi, þú veist, ætlar að fara að taka leigubíl heim núna. Já. Og ég svona, nei, kannski ekki, þú veist, ég fæ ekki sér sofa á sófann, og þetta er alltaf svona í skrefum, eins og ásetningurinn sé ekki þannig fyrir hendi, sko. Já, sko, hann er þetta langt síðan ég var á djamminu á þessum forsöndum, sko, en svona rifjast upp að það getur nú verið eitthvað í þá áttina. Þetta, sko, svona ferli, það bara öðlast sitt sjálfstæða líf og sín eigin skriðþunga. Þannig að þegar eitt skref er búið og þú ert nú að efast að þessi væntanlega rekkjunautur sé nú neitt svona spennandi, að þá samt já, ok, við skulum taka næsta kafla og sjá hvað við getum gert þar. Og auðvitað var þetta að hluta til þannig í síðustu aðildarviðræðum. Ég var auðvitað ekki í samninganefndinni eins og stundum er missagt í umræðum í kommentakerfunum svo kölluðu. Ég var í samningahópum og hvar annars þar en þar sem að hinn raunverulega skoðun á regluverki ESB og hvernig það gat mátast inn í íslenska kerfið fór fram, þannig að ég hlýta að hafa öðlast einhverja þekkingu af þeim hluta þessa regluverk sem var undir. Og í þessum til dæmis viðræðum þá var aldrei farið út í það að hefja eiginlegar samningaviðræður það sem erfiðast var, því að Ísland var ekki tilbúið að gefa eftir, það sem stoppaði niður á Grensás þar. En þetta ferli gengur út á það að halda áfram, reyna að loka einhverjum málum til bráðabirgða, því það er ekki búið fyrir en allt er búið. Þannig að þetta er svona, já, við köllum þetta oft á síðasta tíma þessa spæðibilsaðferð, þar sem þú tekur bara nógu að þunnast neyð í einu.
svona fyrir þá sem ekki með djammið þessa samlíkingu Já, hann á hreinu. aðlæðist alltaf svona þessum nýja veruleika. Já, þér tekst að borða spægipilsinu á endanum svona, sko. Já, ég og eins og ég segi, þá hef ég ekki verið andstæðingur þess að við göngum inn í Evrópusambandið langt skeið. Ég til mér bara hrifinn af því að að hægt sé að tengja okkar gjaldmiðil við annan gjaldmiðil og þá sérstaklega til þess að ná einhverjum böndum á það ófýsilega ástand sem að vinnumarkaðsmódeli byggir á. En eins og ég var að hlusta á, það var á Bylgjunni í morgun. Ótrúlega sérkennilegt viðtal við Bolla Héðinsson. En hann sem sagt að tala fyrir aðild í einhverjum pislaskrifum. Og hann var að segja sko að ímynd og svona sjálfsmynd þjóðarinnar myndi aldrei höndla það að við tækjum upp aðra mynd eins og dollar eða kanadískan dollar eða eitthvað annað út af því að þá væri við, þú veist, það væri svo ófýsilega eitthvað sjálfsmynd þjóðarinnar og þess vegna þurftum við að ganga inn í ESB til að taka upp evru og ég hugsaði með mér, þú ert að segja að það að taka miklu skemmra skref sem að byggir þá að taka upp annan gjaldmiðil sé of mikið högg á sjálfsmynd Íslendinga út frá einhver svona fullveldis hugmyndum en það að færa fullveldi að hluta til á landi og að taka upp regluverk sem ósamkeppnishæft út af því við fáum samkeppnishæfa mynd þá að hans sögn sem evran, sem ég reynda til hún verði ekki á næstu árum út af öðrum forsendum að það verði ekki högg á sjálfsmyndina og ég var svona sérðu ekki það sem þú ert að segja? Sko, ég hef nú ekki hitt Bolla oft en ég mann þá eftir að ég hitt hann upp úr 2000 þegar ég var að vinna ákveðna skýrslu með fleiri aðilum fyrir utanríkisráðuneytið eða það var á sama tíma ekki í tengslum við það en hann auðvitað formaður bankaráðs Seðlabankans held ég var rétt með í dag og hann hefur nú bara einfaldlega verið hlynntur aðild að Evrópusambandinu alla tíð og dúkka núna sem einhvers konar sjámaður og það auðvitað stórfurðulegt að sjá alls konar fólk sem að hefur jafnvel skrifað undir umsóknum aðild að Evrópusambandinu án fyrirvara eins og Össur Skarphéðinsson dúkka upp og vilja núna sjá í einhvern pakka. Ég meina að þetta liggur allt meira og minna fyrir regluverka Evrópusambandsins þarna og Marta Kors búin að segja 95% að minnstakosti óumsemjanlegt. Það hægt að semja... Og hitt undan þá með sko tímamörkum. Já, eða snús. Hvað þýðir það? Snús, nefntóbakið í Svíþjóð. Já. Sem einhvert eitt annað land sem ég reyndar ekki með á hreinu hvert hefur líka samið Þetta auðvitað ekki stórpólitískar undanþágur eins og við erum að tala að þurfa að vera og tala að Evrópusambandið þurfa að breytast til að geta gert svona fyrir 400.000 manns. Þetta auðvitað nærengri átt og í mér fellur ekki að sjá fólk sem hefur talað árum saman fyrir aðild að Evrópusambandinu hver sem af hvaða forsendum sem þykjast nú ekki vita meira þetta en svo að það þurfa að kíkja einhvern bakka og telja fullt af fólki trúum að það sé rétta leiðin. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir hann á Poulsen.is og letir klára málið í dag. Já, en svo látum maður þess reyna þessar hugmyndir okkar. Ég meina, við erum núna, tökum bara til greina það sem ég var að segja, sem rétt að Evrópusambandið í krísu, sem eru með svolítið ævintýralegar hugmyndir það hvernig þeir ná rétt úr kútnum að út af því að þeir vita af vandanum að þá sé hann í sjálfu sér ekki vandi og ég hugsa alltaf með mér, þetta svona eins og að fara til læknis sem að greini þið með einhver hrylling og út af því að þið eru með vitneskjuna að þá ekkert mál að lækna það sem náttúrulega ekki í stöðinni og Draghi náttúrulega fjallar þetta. Það var núna bara nýlega þá var Evrópusambandið að reyna að berjast fyrir því að framkvæmdastjórnin lagði fram tillögur, þetta kom fyrir held ég bara 4 dögum, núna þegar við erum að tala saman, þar sem að þau færðu rök fyrir því, þess að niðurstaðan í þessu, að 30% af landbúnaðar málefnum sem hafa verið að gera með Evrópusambandið,
að 30% og ég held að það sé sko 33% af fjárlögum Evrópusambandsins séu landbúnaðarmál og framkvæmdastjórinn lagði fram tillögur að minnka þessi 30% 30%. Og 16 aðildarríki sögðu bara nei. Og þetta svona ákveðið sýnidæmi þess í hvaða stöðu Evrópusambandið út af því að vandinn ekkert endilega sá að þeir viti ekki af vandanum. Vandinn sá að til þess að vinda ofan að þessu að það var svo mikið sem að þarf að fara í gegnum öll aðildarríki þar sem að sérhagsmunir koma undir og ekkert hægt að gera. Og þess vegna eins og Draghi bendir á í skýrslunni að smærri ríki sem við myndum þá flokkast alveg sérstaklega sem að þau séu ekki að að fara að hafa jafn mikil áhrif út af því að það þarf bara að geta tekið ákvarðanir án vísandi þessa. En ef við samt reynum að gera okkur þetta erfitt og hugsaum, já, ok, Evrópusambandið veit að þessum málum, við erum í sterkri stöðu í samanburði við þá út af því að okkur gengur miklu betur heldur en Evrópusambandinu, af hverju ættu við þá ekki að reyna að fá einmitt einhvern mjög góðan díl út af því að við erum í töluvert sterkari stöðu til að gera díl akkurat í dag út af þessu mjög vanda ástandi í Evrópusambandinu. Sko, þessi hugmynd góðan díl finnst mér alltaf svolítið langsótt. Eins og við vorum að renna yfir áðan. Regluverkið meira og minna óumsemjanlegt. Og þar að auki vitum við alveg að það sem við erum með fyrir framan okkur í dag og heitir Evrópusamband verður eitthvað annað eftir 1 ár eða 10 og þetta hafa til dæmis Írar reynt í sjávarútvegsmálum þegar að ákveðin undanþága sem var nú ekki bundin í frumrétt sambandsins hvernig þeir gátu beitt sér í landhelginni næst landinu og stunda veiðar þar. Þar hverfur allt í einu fyrir tilstilli þess að það er búið að setja upp það kerfi að stærstu ríkin geta í sameiningu ákveðið eitthvað gegn vilja þeirra minnstu. Og þetta með tiltektina þetta er nú skemmtilegt að hugsa það að ef allt í drasli heima hjá manni og maður skuldur þá þetta ekkert ráð við því annað en að taka til og borga niður skuldirnar en ef að krakkarnir neita að taka til og aðrir á heimilu segja við viljum fara í frí en ekki borga niður skuldir þá gerist þetta ekki neitt. Nei, sérstaklega þegar krakkarnir segja að þú megir ekki taka saman kastalan út af því að þau tóku svo langan tíma að byggja en þú ert að fara að halda barnaafmæli þannig að það þarf að taka niður kastalan. Já, nákvæmlega. En þau eru með neitunarvald þannig að það er ekki hægt að taka til. Það er ekki hægt að taka til þannig að það þetta bara veruleiki sem að stendur þetta í veginum og stendur ekki til að breyta allavega eins og en ef að það ætti að taka það í sundur þá líka minnka áhrif sérstaklega minnstu ríkjana og við myndum tvímælust liggja undir þar. Já, þetta er nefnilega svolítið þungubaggi. Draghi talar að það þurfi 750 til 800 milljarða á ári í fjárfestingar til þess að í rauninni bara hefja viðsnúningin og þetta er eins og ég fjallaði í mínu þáttum eitthvað í kringum 2 til 4 sinnum Marshall-aðstoðin. Það var eftir í nákvæmlega hvernig þú reiknar þetta. Við alla Evrópu þá? Já, fyrir alla Evrópu. Og eins og segja, þetta er miklu stærri pakki heldur en það að raunvirði. Já. Og það var að koma núna áætlun fjárlög til 2028 til 34 að minnir sem í kringum man ekki 409 milljarðar í heildina. Og þannig að þeir eru að gera ráð fyrir því að bara brot af þeim fjárfestingum sem Draghi segir að sé alger forsenda fyrir því að rétta úr kútnum brot af því að fara að raungerast. Já. Þetta náttúrulega við vitum að mörg af þessum stóru ríkjum innan sambandsins, til dæmis Frakkland, eru stór skuldu og franski ríkissjóðurinn hefur ekki verið rekinn með rekstrarágangi síðan 1970. Hvernig eiga lönd sem eru með svona ástand heima hjá sér að geta komið og sagt við nú ætlum að taka til í Evrópusambandinu. Þau geta ekki eins og lagt neitt að mörgum sjálf. Nei, en við varum með sæti við borðið til þess að aðstoða þau við þetta. Já, ég hef nú líkt þessu sæti við golffjöl. Það sem að þýski kanslarinn og aðrir fulltrúar stóra landasæti og svona stólum eins og við sem að ég rétt næ niður af. Það sæti Ísland bara svona á golffjöl og mætti þakka fyrir enni að því næði upp á borðið. Því að málið að þetta framkvæmdastjórnin sá sem aðalgerandinn. Stóru ríkin eru þegar farin að ráða mestu
við erum sjálfsagt með mikið af góðum tillögum, tala ekki að við færum þarna og reyndum að leiðbeina þeim sem fulltrúar Íslands en það eru einfallega ekki litlu löndin sem að eru gerendur í þessu dæmi. Við erum hins vegar með í dag sæti við fullt af öðrum borðum þess að við komum fram sem fullvalda ríki, WTO, Sameinuðu þjóðirnar, bara allar þessar alþjóðastofnanir. Þar getum við talað fullum hálsi. Ef að við verðum aðilar að ESB, þá ég er ekki að tala um Sameinuðu þjóðir núna, en til dæmis WTO, þá missum við svona sæti. Þar sem við höfum þó jafnhátt sæti og Þjóðverjar og Frakkar eða Evrópusambandið öldur því að þeir eru ekki með sitt sæti við borðið þar. Já, þú ert talað hana World Trade Organization. Já, alþjóða viðskiptastofnunina. Já, einmitt. Og já, en þá vil ég aftur reyna að gera þetta erfitt. Við erum búin að horfa upp á veruleika núna undanfarin ár. Þetta var náttúrulega töluvert verð hérna áður, þar sem að verra hérna fyrir ekki svo lengu. Ungt fólk ekki komast í sitt eigið húsnæði. Fjárfestingar hér eru miklu dýrari út af verðtryggingunni. Allir samningar byggja á þessari verðtryggingu. Við erum með 80% af öllum okkar viðskiptum sem fari gegnum Evrópu. Þannig að af hverju myndum við ekki vilja einmitt aðlagast við kerfi betur sem hefur að gera með 80% af okkar útflutningi. Núna þegar við erum með þessar forsendur, þar sem að við erum einhvern veginn að standa í vegi fyrir sjálfum okkur, af hverju ættum við ekki að vilja taka þátt í alþjóða samfélagi sem að nákvæmlega berst fyrir því að strömlínarlega þá ferla sem ég var að tala um og þar sem að bara vextir og og afborganir erum í miklu betra móti heldur en nokkuð tímann hérna. Þetta eru nokkuð mörg atriði. Í fyrsta lagi Taktu þinn tíma. ef ég man þau öll. Fyrsta lagi þá veit ég til að það nýlega komin út svona athugun á þessu með utanríkisviðskiptin og þegar tekin bæði vöruviðskipti og þjónustuviðskipti þá þessar tölur sem að komur á opinberum hagtölum ekki alveg réttar því að til dæmis vöruútflutningur sem að skráður til Hollands hann endar ekkert allur í Evrópusambandinu. Hann fer bara inn á frílagar þar þó að standi á tollskýrslu héðan að hann fari þangað. Og umskipaður í Rotterdam og fer allan heim. Og samkvæmt skýrslu sem að ég hef allavega séð svona örfár setningar á samantekt úr, þá bandaríkjadollar eða Bandaríkin stærsti viðskipta aðilinn. Varðandi hitt vextina og afborganirnar og allt þetta, það mjög mismunandi innan Evrópusambandsins hvort að til dæmis ungt fólk að komast í annað húsnæði en að búa heima hjá foreldrum sín. Það eru hátt í helmingur fólks á aldrinum 24 til 35 sem að búa í Suður-Evrópu en þá heima hjá pappa og mömmu. Þau komast ekki heima. Hefur það eitthvað með vext að gera? Ég held að vextindi sé ekki háir í mörgum af þessum löndum. Það hefur með það að gera þetta fólk fær ekki einu sinni lán, það hefur ekki vinnu, það fær ekki lánshæfismat til þess að kaupa sér húsnæði og það ekki framboð þá á leiguhúsnæði til þess að það geti komist í slíkt heldur. Og atvinnuleysi ungt fólks náttúrulega legur þannig þungt. Já, akkurat það sem ég var að nefna, atvinnuleysið gríðarlegt og ég held að stundum að Íslendingar séu ekki nógu meðvitaður hverslags böl atvinnuleysi þegar þeir að vísa í lága vexti og að afborganir af einhverjum lánu sé lægri í löndum þar sem að atvinnuleysi ungst fólks kannski með 2 stafa tölu og jafnvel með 2 fyrir framann yfir 20%. Og það eitt að vexti séu lágir og annað að fólk fái yfirleitt lánshæfismat og það maður hefur heyrt sögur af fólki sem jafnvel með fasta vinnu og fyrirtæki fær ekki lánshæfismat. Sumstaðar þarftu líka að vera með dýra líftryggingar eins og í Frakklandi til þess að fá lán til að kaupa húsnæði. Á Norðurlöndunum held ég að til dæmis hlutfall fólks sem að ekki ennþá heima hjá pappa og mömmu að þessum aldrei sem ég nefndi áðan, það eitthvað svona 5-6%. Það líka löng hefð fyrir stúdentagörðum og mikið af húsnæði í boði á leigumarkaði, félagslegt og slíkt. Þannig ungt fólk kemst að heiman. Það miklu minna til dæmis af leiguhúsnæði og viðræðanlegu verði hér. Samt sennilegt að þessi tala sé svona kringum 13-15% á Íslandi og ungu fólki þessum aldrei sem býr heima. En kannski bara bottom line, ef ég má sletta þessu orði, að það bara ekkert eitt módel eða þetta ekkert eitt svar í Evrópu sem að segir að þarna sé eitthvað sem að muni sjálfkrafa leiða inn einhverja breytingar í Íslandi.
Nei, en hverju svarar þá því þegar að fólk bendir á það? Ég meina jákvæðin gagnvart Evrópusambandinu í þessum Evrópusambandsríkjum mjög há. Þetta kringum 90% í Danmörku, 85% og neðst eitthvað kringum 70%. Hverju svarar þú? Ég svara náttúrulega því til að þessar spurningar og kannanir sem að verða vitna í, jú sko, fólk getur verið ánægt með þetta, en í samanburði við hvað? Margt af þessu fólki var ekki eins og fætt þegar löndin gengu í Evrópusambandinu. Akkur ætti það að svara því að það sé óánægt með það að vera í Evrópusambandinu? Það þekkir ekkert annað. Og til dæmis fólk í Austur-Evrópu, akkur ætti það ekki allir þar að segja já, því að þeir þekkja allt annan veruleika margir, þau lönd gengu nú flest ekki inn fyrir 2004. Þau hljóta að vera ánægð með að vera í Evrópusambandinu, þangað streyma fjármuni frá Evrópusambandinu, þetta litla sem þeir eru þá tilbúnir að setja í innviðauppbyggingu, það fer að langmestu leyti þangað. Þar að leiðandi orðið hagvöxtur og lífskjör batnað mikið, akkur ætti fólk ekki að vera ánægt með það. Nú svo þessi dæmi tekin og sagt, já það miklu meiri hagvöxtur í þessum löndum. Býtu, hvaðan hófst sá hagvöxtur? Þessi lönd ekki eins og hálfdrættingar í þjóðtekjum og mann við Íslendinga. Ég hef ritað greinar þetta meðal annars í viðskiptablaðið. Sófi hagvöxtur Sófi afreksmaður og hagvöxtur hétt einn. Ég hvet fólk til að lesa hana. Hún segir þessa sögu svona í stuttumáli held ég. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til svo spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, þetta með styrkina ég held að það sé nokkuð löngum lista það sem fer mest í taugarnar á mér í þessum umræðum. Já. Þegar að fólk að segja eins og sumir eru búin að nefna, vilt þú ekki flotta vegi sem eru merktir construction by European Union? Myndir ekki vilja, vilt ekki göng til Eyja? Maður bara eitthvað, hvað að tala við verum nett og greiðendur þannig. Þetta eins og þú verður að fara að segja við mig, heyrðu, þú lætur mig hafa 500.000 kall og ég sinni vinnu fyrir kringu 300.000 kall og þú ert að fara að klappa mér á baki fyrir það. Já. Þetta ævintýranlegt. Þetta ævintýranlegt, ég ætla að segja bara rugl. Að fólk láti út úr sér að við getum fengið göng til Eyja fyrir ekkert eins og það sett fram, eða vil ég kíkja í pakkan að því það geti falið í sér að við fáum heilsársveg yfir Kjöl. Þú veist, í fyrsta lagi, nákvæmlega þess að hún segir, við munum alltaf vera netto greiðendur upp á lágmark 30 milljarða, held ég sjótt að segja. Flesta tölur segja meira en það. Býtu nú við. Og ef við eigum þess að 30 milljarða, getum við ekki bara byggt þennan heilsársveg yfir Kjöl og hægt að láta svona. Þetta bara, þetta óbáðlegt. Já, þetta held ég það galnasta. Og svona, svo ég sletti close second það að hlutinu séu ódýrar í Evrópu. Það var nú reyndar, ég ætlaði að bjóða Snærósu, það var einn að segja við mig að segja að myndi ekki þora að mæta Snærósu, ég sagði það ekkert mál, þannig ég ætla að reyna að fá hana í ágúst, hún saman í grunnskóla og svona, en þegar hún segir að kaffibollin sé ódýrar í Ungverjalandi, það var skot í fótinn. Að mínu mati, þegar að þið eru að ræða þarna saman, sko. En ég veit ekki, sko, út af því að við erum alltaf búin að fara yfir hvernig söluvaran sé skrítin, en hún líka skrítin með það að gera bara að, og eins og segi, þú veist, regluverki fyrst og fremst út af því að Sveinn Andri var að segja hjá mér, fyrir ekki svo löngu að eini barómeterinn okkar ætti að vera hvort að fólk sé ánægt í Evrópu, sem að við vorum núna að ræða rétt í þessu. En mér finnst að eini barómeterinn ætti að vera hvort að Evrópusambandið telji sig muni vegna betur
á næstu 10 árum eður ei. Og því við erum ekki farin í Evrópusamband fortíðarinnar. Við erum að fara inn í Evrópusamband framtíðarinnar. Þannig að eini barómetrinn okkar ætti að vera, því að fara að ganga betur núna? Og erum við þá að fara að ganga inn í samband sem að fara straumlínlega okkar ferla, eða erum við að fara að taka upp regluverk eins og núna, hugbúnaðariðnaðurinn að fara að verða kringum 900 milljarðar á ári samkvæmt áætlunum, sem meira heldur en sjávarútvegur, talandi stoðir Íslands. Og þeir sem eru í hugbúnaðargeiranum segja það ekki séns að ég geti unnið í Evrópu og ég þarf að flytja allt mitt til Bandaríkjanna út af því að regluverkið ekki til þess fallið að sinna þessu. Þannig að þegar við hugsaum heildarpakkan, salan það að þetta verði ódýrara, salan það að hér fáum við lægri vexti, það hefur að gera með Evrópusamband ef að satt reynist að þetta sé allt fyrir hendi, jafnvel ef þetta væri allt rétt, sem ég til að þetta sé ekki, að þá erum við að fara gangin í Evrópusamband framtíðarinnar. Hvernig bregstu við þessu? Ég náttúrulega rosalega glöð að fá að tala kaffibolla. Já, viltu annan eða? Ég ætla að sækja annan, býtu. Jæja, þá erum við komið með kaffi. Þessi kaffibolli væri ódýrari ef við værim í Evrópusambandinu, skál. Skál, já sko það fer eftir hvar við værim í Evrópusambandinu held ég. Þessi ungverski kaffibolli, hann náttúrulega, það hellt upp á hann og miklu lægri launum en á Íslandi og verðlag almennt miklu lægra í Ungverjalandi en á Íslandi. Þetta bara áróður. Þetta sko, mér fannst nú stórkostlegt að hún Snærós frænka mín skildi svo koma 3 mánuðum seinna til að útskýra hvað hún átti við. Mér finnst þetta nú svona sein viðbröð. Þorgerður Katrín tók 13 daga að ég leiri þetta sig. Snærós tók hérna einhverja 3 mánuði til að koma með útskýringu. En auðvitað ekki til neitt eitt evrópskt verðlag. Það í þessum austantjálslöndum þar sem að laun og verðlag almennt lágt, og síðan höfum við Danmörku og hérna norðvestur Evrópu þar sem að allur kostnaður, húsnæðiskostnaður og laun og allt þetta miklu hærra og þar alveg kaffibollin dýrari. Já. Og þessi málflutningur sem að margbúið að rekja með að verðlag hér á matvöru, jafnvel sko skyndibita á veitingastað geti lækkað 25% þegar formaður utanríkismála. Það getur ekkert lækkað. Hann segir þetta væri 25% ódýrara og reiknar sko bara ef það 4.600 þá það kringu 3.200 eða hvað sem hann segir, 3.500. Ég fór á Safran og keypti mér svona vefju með kjúklingi til þess að reyna að átta mig á hvað maðurinn var að reyna að fara. Og þetta formaður utanríkismálanefndar. Gleymið því ekki. Það ekkert í þessari vefju nema 120 grama kjúklingakjöti, leggjakjöti sem að undir tollvernd á Íslandi. Allt hitt annarkvort innflutt án tolla eða mögulega íslensk grænmeti, þó ég trúi ekki að það sé íslensk grænmeti í þessari vefju því það eru of dýrt. Ef að þetta kjúklingakjöt gæti lækkað ég man ekki hvað ég var með í minni útreikningum, einhver 20%, þá gæti þessi vefja mögulega lækkað svona 50-70 krónur. En að menn haldi áfram þegar búið að leiðrétta svona, verandi formaður utanríkismálanefndar, haldi áfram að segja þessa sögu, og þetta nánast umkvörtunarefni til siðanefndar Alþingis, myndi ég segja. Já, það eitt samt sko. Út af því að ég ætla að gagnrýna ykkur aðeins hérna. Já, endilega. Sko þið aðeins og biluð alltaf í yfirlýsingunum ykkar. Þið sem að tala fyrir neginu. Það brennandi hús og það að henda Pavel í gúlagið og ég held nefnilega, ég held að þetta gæti tapast. Þá tapast þetta út af biluðu fólki á Facebook og yfirlýsingagleði ykkar sem að tala fyrir neginu. Já, það bara það nú mánuð til stefnu, þá bara orði tíma töluð að taka okkur og snúa þetta niður. Ég alveg sammála og ég reyndar búin að falla líklega tvisar í þessa grefi í þessum þetta hjá þér, en ég samt reyni nú að halda mig frá þessu, en ég veit alveg að þetta svolítið til í þessu hjá okkur og meðan jáhliðin að þykjast ekki vita neitt Evrópusambandið sem þeir eru búin að vilja gangi í 30 ár. Þannig að það nú kannski svo sem líkt á komið, en auðvitað þarf að vanda sinn málflutning og vera ekki að setja fram fullyrðingar sem eru byggðar á líkum en ekki því sem hægt að standa við með nokkuð góðu samvisku. Ég algjörlega sammála því og
og reyni að tala það slíkum málflutningi fyrir slíkum málflutningi af okkar hálfu auðvitað stjórnar maður ekki neinu nema kjaftinu sjálfur sér í besta falli. Nei, en ég líka bara sko þú veit eins og ég verið að reyfa, það bara það ekki mín andúð á Evrópusambandinu, ég mikill Evrópusinni, ég mjög hrifinn af Evrópusambandinu, mér gaman að fara þangað, evrópsk menning eitthvað sem að ég algjörlega dýrka, en ástæðan fyrir líka fyrir ég benda á þetta sérstaklega náttúrulega sem að ég ætla ekki að setja þig undir sama hatt sem bilað fólk á Facebook sem bara skilur landráðamenn og allt þetta. Já. Þetta skaða málstæðin og það kannski verst út af því að þetta ætti að vera svo auðvelt út af því að það svo vond hugmynd að ganga inn í Evrópusambandi í dag og þess vegna tel ég að nei Ágúst sé rétt út af því að það taka bara eitt skref og ég hef með mitt sagt að sko mér eiginlega sama hversu góðan samningu fáum því að það að ganga undir þetta regluverk og eins og ég segi gerast aðilar að Evrópusambandi framtíðarinnar alveg sama þótt við fengjum fullt af undanþágum í sjávarútvegi, í landbúnaði, í alls konar hlutum að þá verðum við að gangast undir regluverk sem í algjöru berhöggi gengur í berhögg við framþróun næstu 10 ára í örugglega svona sem að gæti orðið mesta framfara skeið mannskepnunar með þessari gervigreind og öðru. Evrópusambandið segir bara pass þannig að það ætla að ganga þann inn og þess vegna eins og segi, þess vegna ég að benda á að það sé vont að það bara, þú veist, yfirlýsingleiðin of mikil og því að þetta svo heimskulegt regluverk þeim ætlar ekki að takast að vinda ofan að þessu og þá segjum við hvað skrifa við undir. Þetta galið. Ég bara takk fyrir þessa brýningu og ég skal reyna að taka hana til mín á bara allan hátt sem mér unnt og ég alveg sammálaður. Við getum ekki leyft okkur að vera að tala í einhvern bergmálsherli hörðustu stuðningsmanna þessa málstaða sem við berjumst fyrir þar að segja nei kom út í ágúst. Og þessi atriði sem þú nefnir eins og til dæmis með nýsköpunargeirann hér á landi sem að þó ég þekki það ekki glöggt, þá held ég svona almenn andstaða við Evrópusambandsaðild þar á þessum forsendum sem þú nefnir. Þetta okkar tækifæri til framtíðar og hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég svona Má líka skjótin inn í Já, endilega því að þetta sá geiri sem að var hlindur ekki að fullu auðvitað ekki Nei. en sem var mjög veikur fyrir því að við myndum ganga hann inn Já. út af aðgengi að mörkum og öðru Já. sem fólk færi rauk fyrir í dag sem að stórleiti ekki fyrir hendi þurfum ekki að koma endilega á það en með fjármálamarkaðina þú veist, þeir eru eins og ég var nefna áðan, Christine Lagarde kemur fram og segir að bankakerfið sé ósamkeppnishæft en tökum það bara til hliðar. Þeir aðilar sem eru nákvæmlega að vinna í þessum gerum og ég hef talað við Guðmund Hafsteinsson sem er mestu frumkvöðull á Íslandi og vann hjá Apple og Google og fleirum en núna í stjórnarformaður held ég hjá Icelandair og Hilmar Veiga Pétursson sem að hérna forstjóri CCP sem heitir í dag Fenris Creations. Já. Þeir segja bara Evrópusambandið verður ekki með Nei. í þessum geirum. Já. Og þess vegna þessi iðnaður sem að var hlindur því að fara þann inn fyrir ekki svo mörgum árum og jafnvel í síðustu lotu þegar við vorum að pæla að gera þetta. Já. Algjörlega snúist við. Já.
og sko, má ég bæta bara inn í þetta Já. það er þetta margt gerst líka sem við vorum þeim viðræðum annað en þetta og þetta er auðvitað alveg gríðarlega mikilvægt hvernig við höfum eða bara frábært fólk af íslensku bergibroti sem hefur náð árangri byggt upp fyrirtæki og með hugmyndir sem verða að veruleika við höfum líka gert viðskiptasamninga við löndis og Kína og Indland síðan þetta var sem hafa opnað dyr búið til tækifæri fyrir okkur hérna allan heim og þarna höfum við, þetta sæti við borðið, þarna sitjum við alvöru stól, tölum í beini baki við lönd eins og þessi stórveldi og smæri lönd í samfloti við EFTA og allt mögulegt. Þetta mun allt falla niður við aðild að Evrópusambandinu leið og við lýsum því yfir að við ætlum að hefja þá vegferð að ræðum aðild, þá fer öll þróun á nýjum svona samningum eða breytingum á þessum, hún fer bara í stopp. Það er enginn að fara að eyða tíma. Þetta er stór pólitísk yfirlýsing að fara í þetta ferli og það er engir aðrir að fara að eyða kröftum sinna embættismann á tíma í að gera nýja eða breytta samninga við Ísland á meðan viðskipti. Nei, ég einhvern veginn eins og ég segi með að við líka bara þróunina þá er bara, það eru engin rök fyrir því að við ættum að ganga þannig inn sem að halda vatni í þessum efnum. Nei, en það er alltaf þegar að vera að tala fyrir þessari aðild, þá koma alltaf þessar fyrirvara við þurfum frá undan þá frá þessu eða Evrópusambandi þarf að breytast á hinvegin og ef við erum bara raunsæ, þetta er ekki að fara að gerast nema einhver örlitlum teskeiðaformi í mestalagi ef eitthvað. Þannig að vera að knýja þetta ferli áfram núna fram að þessari þjóðarverkveislu með svona tali það finnst mér ekki sæmandi. Nei, þetta er allavega skrítið. Nú er ég að reyna að vera svona öðru hóstildari sko. Reynum þá að koma þar aftur að háa sig. Það er náttúrulega frábært fyrir mig ef þú ert með þína yfirlýsinglið. Það farði góða klippur. Gott fyrir contenti sko. Ég veit ekki á hverju ég var að benda þar á þetta. Ég hef náttúrulega átt að gera það eftir þáttinn. Nei, þetta er viðtalstækni hjá mér sko. Já, er það ekki. Nei, þú komst með góðan punkt sem ég hafði ekki pælt í og hann er sá og þetta er náttúrulega grunnundirstaðan þess að við förum inn í þessa samræður núna í stað þess að gera 2027 eins og áætlað var sem er sú þróun sem er að eiga sér stað í Bandaríkjunum, hvernig stjórnvöld þar að haga sér, það er innviklaðan í Grænland og þú komst með mjög góðan punkt áður en við byrjum að taka upp sem var sá að ættu við þá ekki vera að endurskoða aðild okkar að NATO ef að þetta er vandinn? Ég heldur reyndar ég hafi sagt annað en ég spurði af hverju fólk sem er að tala um það að við þurfum að ganga í Evrópusambandið út af því hvernig ástandið er í Bandaríkjunum eða forseti þeirra talar á alþjóðavettvangi erum við þá að tala um það að segja upp varnarsamningnum frá 1951 í Bandaríkjunum? Er það í alvörunni það sem liggur í þeim orðum að við þurfum að leita skjóls í Evrópusambandinu eins og ég held að einhverjir hafi talað um þetta. Ef að forsvarsmenn þjóðarinnar meina þetta, þá held ég að sé nú heiðarlegt að segja það. Því að það væri þetta meiri áttar pólitísk yfirlýsing, en þetta hlýtur að þýða það óbeint. Að við ætlum að treysta á eitthvað annað ríkjasamband, heldur en fölta Bandaríkin, til að sjá um varnir okkar. Og fyrir hverjum á þetta að vera? Það mætti stundum halda að þetta ríkjasamband eigi að verja okkur fyrir Bandaríkjamönnum, sem eru hérna með varnarsamning, með mannvirki, með hermenn eða starfsmenn á hverjum einstæði ef ég veit rétt og ætlast þið þá til að NATO og Bandaríkjamenn afhendi bara einhverjum herjum aðildarlanda ESB þessa innviði. Mér finnst þetta ekki standa steinn við stein í svona málflutningi og nú var ég aftur komin þarna sko. Nei, ég meina að þú tekur sterkar til orðar heldur en ég gerði ég út af því að mér finnst líka ákveðin tengslu veruleikan vera svona rofin í þessum umræðum út af því að það er náttúrulega svolítið svona eins og með Draghi-skýrsluna ákveðin óskhyggja það að veruleikin sé eitthvað annar heldur en hann er og við höfum náttúrulega verið með hermenn hérna í miklu mæli á Keflavíkurflugvelli allt til ársins 2006 eftir seinna stríð en það sem er líka
skrítið í þessu sko að út af því að Grænland Trump var með mjög sérkennilegar hugmyndir það að innlema Grænland í einhverju svona geopolítiskum áhuga á norðurslóðum og þá ætti það að liggja beinast við að við séum þá þar undir líka en ég meina fyrsta lagi náttúrulega trúir því einhver að Bandaríkin séu að fara innleima okkur hérna og taka yfir stjórnkerfinu það algjörlega fjarstæðukennt út frá þeim veruleika sem að fyrir hendi við bara, svo ég bara tala líka hreint út, við erum með töluvert sterkari innviði heldur en grænlendingar við erum með allt annars konar tengsl við Bandaríkin þannig að það mitt að segja sko því að það var líka rosalega mikið rætt í þessum umræðum til að byrja með að það ætti ekki að hræða þjóðina frá því að ganga inn í ESB og alltaf var að tala hérna hræða og svo náttúrulega hættu þau að nota það þegar þau þurftu að gera það orðatiltæki aðgengilegt út af því að þau þurftu að hræða þjóðina út af því að Bandaríkin væru svo hræðileg þetta strýkur mér vitlaust sko. Þetta strýkur mér líka algjörlega vitlaust og kannski má ég bara segja smá sögu í þessu sambandi að í vetur kom hingað blaðamaður frá New York Times og fréttir unnar eftir hana birtust síðan, sko þetta var miðjan febrúar, birtust síðan í lok maí bara það leyti sem að afgreiðsla þessa máls var í þinginu og ég fylgdi þessum blaðamanni í heimsókn á sveitabæ á Suðurlandi og átti við hana mörg samtöl og hún var mikið að spyrja út í þetta og ég sagði við hana að ég teldi þetta ekki vera neitt sem að almenningur hér á landi væri að velta mikið fyrir sér þó að stjórnvöld væri að tala þetta og hún spurði líka þetta í þessari heimsókn sem ég fór með og viðmælendinni þar tóku engan hátt undir þetta síðan birtist fréttin í New York Times og samskona frétt í Irish Times bara daginn eftir hana líka það sem allt gert út á þetta sjónarhort forsætisráðherra og þessar fréttir voru látnar birtast það leyti sem að atkvæðagreiðslan þessa þingsályktun fór fram í þingin og ég var bara mjög hissa á þessu. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, en það samt alveg veit ekki skoðun að hérna Kristrún Frostadóttir var í viðtali á Rest is Politics þar sem að Rory Stewart sagði eitthvað á það leið að hann var í skítrættur og Alistair Campbell orðaði þetta þannig að íslenska þjóðin væri complacent, að við værum í rauninni bara svona naív gagnvart því ástandi sem að fyrir hendi væri í alþjóðakerfinu og ég veit að Dagur B. og Þórdís Kolbrún og því ég að vinna þá þætti fyrir þau eru líka með huga með þetta en þá finnst mér ég aftur koma að þessu veruleika rofi sko. þar sem bara hvað er það besta til þess að hámarka árangur ef við notum það orð í því að taka bestu ákvörðun fyrir okkur í dag með þær forsendur sem fyrir hendi eru það ekki að fara inn í Evrópusambandið út af því að við teljum að Bandaríkin sé að fara að innleima okkur og þá að Evrópulönd séu að fara að berjast við Bandaríki her á íslenski grundu. Þetta svo fjarstæðukennt og það ætla að fara að meta forsendunar út frá þessu finnst mér svo galið enda náttúrulega eins og tilfinning Rory Stewart og Alistair Campbell voru kannski alveg eðlileg með við þann þangagang en Kristrún fannst mér gera sér miklu betur grein fyrir þessu og var bara svona það sem að þeir túlkuðu sem complacent en hún náttúrulega metur bara það að fyrsta lagi var þetta náttúrulega hræðilegt fyrir hennar pólitíska feril það ekkert verra fyrir Kristrún Frostadóttur heldur en að við segjum já í ágúst út af því að hún náttúrulega lofaði því fyrir kosningar að þetta var ekki á dagskrá það sem var eiginlega á dagskrá var verðbólga og
og vextir og stýrivextir Jú, sleggjan og í smáaleiturinu var það greinilega að þegar þau sögust að geta tekið á því að þá í smáaleiturinu stóð já, við höfum reyndar ekki hundvit hvernig að taka á því þannig að við ætlum að fá Brussel til að gera það Já, fínt að þú sagðir þetta en ekki ég Já, en þess vegna væri það mjög vont fyrir hennar pólitíska feril að við myndum hérna asnast til að segja já í ágúst en með þessar svona geopólitísku forsendur að þá rauninni ekkert svar við þessu nema bara, heyrðu, við ætlum að gangin í Evrópusambandið til að vonast til þess að, og þetta svo mörg svona fjarstæðukennd en stillum þessu bara upp ef að Bandaríkjaher ætlar að innleima hér stjórnkerfið með hermönnum og fleira að þá komi Frakkar og Þjóðverjar og fari að berjast í heitum bardögum við Bandaríkjamenn á íslenskri grundu Já, þetta myndræn lýsing úr einhverju stórmynd sko sem betur fyrir vonandi skálsa þetta bara fjarstæðukennt að láta liggja að svona en þetta myndin sem að teiknast að mínum að þetta ósjálfkrafa upp í huga fólk sem að hlustar á þetta og velti fyrir sér hvað verið að segja þetta myndin sem hlýtur að vera að reyna að vekja þessi hughrif ég engin sérfræðingur í geopólitík eða alþjóðamálum, ég bara bý á þessari eyju í Norður Atlantshafi og horfi á fyrir ári síðan, það eiginlega nánast upp á dag fyrir ári síðan var Ursula von der Leyen í heimsókn að tala fjálglega við þær forsvarsmenn ríkisstjórnar og fór í þyrlu á Þingvöld með Kristrúnu. Það var svo augljóst hvað verið að reyna að leita eftir. Evrópusambandið vill auðvitað komast til áhrifa á þessu svæði norður frá. Flugbraut handa von der Leyen held ég hef notað sem fyrirsögn einhverju sem ég skrifaði. Bandaríkjamenn eru stórveldi og stærsta hernaðarveldi heims held ég sé rétt hjá mér. Það enginn í Evrópu í alvöru að fara að gera neitt eins og þú varst að reifa áðan að svona hugmyndir vektu hughrifum. Okkur hefur Ögmundur Jónasson, ég búin að hlusta hann flutti af fleiri en eina ræðu þar sem hann að ræða þessi geopólitísku mál. Hann segir við erum einfaldlega á áhrifasvæði Bandaríkjanna. Punktur. Hvort sem við erum á móti hernaði eða herstu hér á landi eða hvað sem það þetta punkturinn sem við hljóttum að þurfa að ræða þetta mál út frá. Og við erum með varnarsamning við þá, þeir eru með starfsemi það hefur verið, og NATO og Bandaríkjanna hafa byggt gríðarlega upp í Keflavík, þó það var ekki mikið fyrir því umræðinni. Þannig að það kynda svona umræðu finnst mér ekki eiga við í umræðu okkar mögulegu vegferð í áttaði aldrei. Nei, ég tek undir þetta og það eins og þú segir að það náttúrulega bara undir hagsmunum Bandaríkjanna að við séum ekki hertekinn af einhverju öðru veldi og eins og segi að það áhugi Bandaríkjamanna og pólitískur stuðningur myndi myndast þegar að ævintýralega margir Bandaríkjamenn hafa ferðast og komið til Íslands og hrósað því hástert að einhverju svona forseti eða aðrir getur farið og innlema stjórnkerfið eða annað og þú veist, já þeir getur komið með hermenn þeir eru eitthvað sem með hermenn og mikla innviðuppbyggingu en þessi ég veit það ekki, það þessi svona skrýtna sala sem byggir að við getum ekkert vitað nema það að við þurfum að fara þannig inn út af því að forseti sem verður þannig hvað í 20 mánuði rúma 900 daga í viðbót skils mér já, að hann sé að fara innlima eða þú veist, fá einhverja flugu þá flugu hausinn já. Þetta ég veit ekki svona hver spurningin þetta þú veist, þegar maður setur þetta upp og stillir þessu upp og þá bara nær maður ekki alveg hausnum utanum þetta Nei, ég verð að segja, mér finnst furðulegt og ég hef lærti líka við ítalska blaðamenn í vor sem að voru með þessa spurningu ég verð bara að viðurkenna það ég skil ekki hvaðan blaðamenn sem að fylgjast með í heimsmálum bara fáið þá hugmynd að þetta geti verið eitthvað sem að sé af þeim toga að eigi erindin í umræðin ég bara fyrir ekki að ég þar ég eins og segi ég reyna að skilja þetta ég reyna að fá bestu rökin og ég tala við Jásina en
þetta eru bara það eru mjög sérkennilega forsendur að segjast ekki skilja neitt í það hvað þú ætlar að fara og svo er líka að tala sem við getum líka rætt núna sem er hérna að útganga Breta eigi að sýna okkur hvað það er gott að ganga þannig inn. Ég man þegar þessar umræðar hófust að þá var sagt við mig ef okkur mislíkar að vera þannig inni þá getum við alltaf gengið út og ég segi, býtu nú við þú ert að segja það að sá hérna mikli brestur sem varð á mörkum og öðru í Bretlandi eftir að þeir gengu það nú út af svona því hvernig Evrópusambandið kom fram og sendi þar öðrum þjóðum þau skilaboð að ef að þið gangið þannig út að þá skulið hafa verra af að það sé forsenda fyrir því að við ætlum að ganga hann inn en samt sem áður ættum við að geta gengið þannig alltaf út en við þurfum náttúrulega að gera okkur grein fyrir því að ef við förum þannig inn að þá erum við að fara þannig út þegar þetta samband verður lagt niður. Það verður engin önnur leið út. Nei. En það er svona líka, ég held að fólk sé fyrir að paralleldi saman sko. En það þegar við erum fremst á öllum mælikvörðum að það sé ástæðan fyrir að við ættum að ganga þannig inn út og við getum alltaf gengið út þrátt fyrir það við getum alltaf aldrei gengið þannig út. Annað svona mál. Það sem það bara byrjar þetta hljóma eins og trúarbrögð sko. Það er líka, ég er auðvitað bara sammála öllu sem þú veist að segja Þórarinn, en við þetta er nauðsynlegt að bæta því fyrir utan hvað Evrópusambandið er náttúrulega bara viljandi gerði Bretum þetta erfitt að ganga út. Ég held að það sé nú svo sem engin sérstök ástæða til að draga aðrar ályktanir á því ferli. Þá er Bretland ekki í EES. Þess vegna til dæmis byrjar landamæra eftirlit með allum matvælum sem fara landamæri Bretlands gagnvart Evrópusambandinu. Við erum í EES. Við erum ekki undir þessu eftirliti og allt annað sem EES-samningurinn færir okkar höfum við. Bretar fara út í tvíhliða stöðu þar sem að þeir eru ekki aðilar sem styrkja kerfum, Erasmus og hvað þetta heitir allt sem fólk talar að þeir séu óánægðir með að hafa mist. Það er ekkert sambarlegt við þá stöðu sem við erum í og það er lent ekki erindi í umræðuna það að við erum að líka okkar stöðu saman við Breta eftir útgöngu. Bretar er ekki Schengen. Bretar er með sín eigin gjaldmiðl hefur reyndar aldrei getað gengið út ef þið hefur verið búin að taka upp evruna. Ég held að það sé nú ekki mjög umdeilt. Þannig að það verður það má ekki verið í þessari kirsuberjatínslu. Það verður að taka heildarmyndina sjálfsögðu með í reikningi. Þessi þáttur er í boði Þorgrímsson & Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Já, og það er líka eitt sem að strýkur mér vitlaust í aðdraganda þessa, sem er að þegar að við fáum ríkisstjórn sem hefur áhuga á Evrópusambandinu, að þá er nánast fyrsta verk Evrópusambandsins þegar að tækifæri gefst á því og já, það er að kenna Trump það út af því að hann setti kerfið svolítið í uppnám með sínum tollum og öðru en Evrópusambandið fer í það að brjóta EES-samninginn með því að leggja tolla á kísilmálma og ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mér hefði þetta verið gert ef að stjórnvöld sem að væru ríkjandi væru andsnúin því að við myndum gangi inn í Evrópusambandið. Ég held, og ég veit að ég er að draga ályktanir sem ég ákast ekki geta verið að gera, en ég held að það hefði ekki verið gert. Þetta er áhugaverð kenning hjá þér og örugglega hægt að færa góð rök fyrir henni. Þetta var eitthvað mjög skrítin framkoma á Evrópusambandinu haust og ég skoða þetta
töluvert og skrifaði blogg fyrir Heimsýn þetta á sín tíma. Staða núna svo að þessi kísilmálmverksmiðja, hún í mikilli hættu að hreinlega rekstur hennar muni stöðvast. Ég held að það sé bara, hún komin á einhvern þannig lista hjá eigundum fyrirtækisins sem að þýðir það að það sé ekki áformum að efla hana akkurat eins og meðal annars út af þessu. Og hvernig gengur það upp heim og saman að þjóð sem undir virkum aðgerðum að hindra viðskipti sæki aðild að sama bandalagi og beitir slíkum aðferð. Ef ég var í þeirri stöðu að hafa forsvar fyrir okkar land á svona tíma, ég ætti miklum erfiðleikum að koma þessu heim og saman. Já, og þá get ég bætt betur í mínum ályktunum að ef að út af því að það tala það samningurinn sé að besta sem við komum fyrir Ísland og þeir segja það, ég dreif mína ályktanir, efasemdir ég með efasemdir segi það út af því að eins og vorum að reyfa á þann, þá hefur við gert fríverslunarsamning við Kína og samningurinn alltaf settur fram sem rök fyrir því að við erum að ganga þannig inn eins og að EES-samningurinn hefði verið síðasti samningur sem við hefum getað gert ef við hefum ekki gengið inn undir EES-samkomulagið. En ok, segjum bara að EES-samningurinn sé frábær og þeir sem eru hrifnir á honum og ég sjálfur hrifin á honum segja. Það sem skrítið í þessu, það sem ekki skrítið, það sem ég tel að sé slæmt út af því að, eins og segi, þegar að ríkisstjórn kemur til kastana sem hlynnt við að við gangum þannig inn að þá ákveður Evrópusambandið að brjóta EES-samninginn. Ef við segjum nei í ágúst, sem ég held að sé algjörlega óanflýjanlegt út af óangreindum atriðum og eitthvað kemur fyrir EES-samninginn og þá skrifast það á þessa ríkisstjórn. Nú ég orðin yfirlýsing og ég fór að passa mig að taka ekki of sterkt undir. Þetta orðið mjög skemmtilegt hjá okkur. Já, EES-samningurinn auðvitað hann hefur verið lifandi, hann hefur þróast eins og Evrópusambandið síðan hann var gerður og tekið breytingum og hann hefur dýpkað og við höfum líka gert tvíhliða samninga á grundvelli hans við Evrópusambandið sem taka ekki til annarra EES-ríkja og ég held að hann hefur marga kosti og fyrir smáríki eins og Ísland til dæmis þetta tveggjastoða kerfi með EFTA-dómstólinn sem loka stað fyrir ágreining þegar að EES-ríkin eiga í hlut því að það nú hreinlega sanna sig að hafa reynst Íslandi vel við þurfum ekki að fara langa sögu yfir ICE-málið og dóminn sem þar féll þar sem að Evrópusambandslönd og Evrópusambandið beittu sér gegn Íslandi. Þannig að það nú einn sannur þess að hann hafi reynst okkur vel og auðvitað hann umdeildur og ég held ekki að við græðum ekkert á því að fara að velta því fyrir okkur hér hvaða kostur og gallar eru þar. Hann bara ekkert til umræði eins og Segjum við nei í ágúst sem við vonandi gerum, þá höldum við áfram að vinna innan hans og við höfum áhrif þar. Það rangt að við séum áhrifalaust. Þannig að hann að gera ýmislegt fyrir okkur og svo ég nefni nú bara eins og fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins Karl Baudenbacher sem kemur reyndar hér í ágúst og mun flytja fyrirlestur. Þá að finna ýmislegt efni til dæmis bara á hans LinkedIn síðum þar sem hann að útskýra þýðingu þess að tveggjastoða kerfis og fyrir smáríki eins og Ísland. Já, ég ætla að fá hann. Hvenær kemur hann, segirðu? Hann verður í háskólanum með fyrirlestur á mánudaginn 10. ágúst, hann kemur held í daginn áður og stoppar í fáina daga, ég ekki alveg viss hvað lengi. Við þurfum að móka honum hingað. Það væri, ég held að það væri bara snilt Þórarinn. Ég mun hlusta á þann þátt Já, alveg, þó ég sé nú ekki Íslandsmeistar í podcast hlustunum. Nei, einhvers staðar þurfa allar að byrja. Já. Erna, við viljum að segja þetta gott núna. Já. Við getum örgulega haldið hérna áfram í allan dag. Ég held það líka. En við erum búin að fara í ágætlega málum. Bara gangi ég vel í þinni baráttu. Takk kærlega fyrir. Og takk kærlega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir að hafa mig í þættinu, Þórarinn. Gaman.